Orra. Framhjá, fyrsta skoti Orra framhjá. Stefnir allt í 0-0 í jafntefli. Já, góð vörn. Haukarnir byrja í 6-0. Björn var heimi. Geir náttúrulega að skipta í grunninn að það hafi verið meiðsli í hægri hornastöðunni. Binni og Dóri búin að vera meiddir. Sá hann allavega hérna áðan. Gekk þetta nú bara nokkuð. Sagði að línumenn ætti ekki að fá boltann í hraðanum. Það er skapta bolti ef það gerist.
Ég er að fá hérna meira segja frá henni Jörku Bamrúk, skilur mig, hún er ekki sátt við okkur. Þetta Ponsa kom með þetta upp á 70 tónmetra heima á sér og ekkert hljóð, þetta er ákveðin vörusvik. Þetta er ákveðin skellur. Það er 7-4, það er eins gott að koma eitthvað viðbröð hérna eftir hérna þetta leikhlé. Já. Menn þurfa að bregðast við og eins og við segja, eins og við talaðum að þú ert með Aron, menn bregðast nú yfirleitt við þegar Aron segir þeim eitthvað. Já, ég vona það. Það verður að vera þannig. Já. Nú er skipting líka að komið. Segja allir hérna bang. Að hérna Atli kominn inn og hérna Adam hvíldur. Adam hvíldur, já. Og Þráinn að gera sig líklegan. Þessi kom í varnarskiptingu hérna, getur trúið því. Já, en fer hann í varnarskiptingu eða tekur hann bara hérna... Já, kemur inn kannski fyrir Heimi bara fljótlega, getur verið líka. Sjáum til með það. Já. Og Geir, Atli mætir á hann. Já, þetta er gott gegnumbrot, vel gert. Atli. Það þekkjum við læðuna. Já, hann ótrúlega sterkur í þessari hreyfingu. Já, ég hef aldrei séð læðuna í svona góða standi. Nei, hann er alveg, og bara allt Haukaliðið er í mjög flottu standi, það verður bara að segjast. Já, nú ertu komið með náttúrulega turnana hann inn á vinsæðið, Heimir og hann hérna Þráinn. Þetta er ekkert grín að skjótið við þetta. Nei, og eru náttúrulega báðir mjög klókir, góðir í hérna háörninni. Já. Ætti að gera Björgvin svolítið auðvelt fyrir. Skulum vona það. Hafþór, Tandri kemur í klippingu, á Sverrir dettur. Og skrá þetta sem tapaðan. Og alla leið bara. Óöppin. Gott skot þarna óöppin. Gott skot og bara nákvæmlega. Við erum þetta Brynjar það, ég sé það ekki alveg. Ja. Segjum ekki. Sverrir og Björki, nei, mark. Sverrir kom upp með 2 mörk hérna í dag held ég, 2-3 mörk og er ferskur inn á línu. Hann er mjög hreyfalur. Já. Það er góðu sóknarlínu með hann Sverrir. Hann hérna, mér finnst hann vera, það besta sem ég sé til hans bara. Já, hann var ekki, ég sá hann ekki á Ragnarsmótinu. Nei. Og hann var frábær hérna Final Four helgina, mann rétt. Var það ekki síðustu leiki bara fyrir COVID eða? Jú. En það hefur verið svona síðustu árum, það hefur verið svona stígandi í honum. Hann hefur verið svona, taka svona alltaf skref áfram ef við getum. Já, hann er náttúrulega reynslumikill og hérna hefur margt fram að færa. Já. Pappa hans þjálfaði minn og nokkur ár. Geir Guðmundsson, þetta er ekki gott skot, 2 mínútur, hreint í loftinu. Já, það er sennilega ástæðan. Já, ítt undir hérna þegar hann er að koma inn í lofti, það er alltaf svolítið hættulegt. Þetta er fín lína. Mjög. Ég er með 2 bolta skráð á Björgvin og 2 á Brynjar, er ég að gleyma einhverjum? Nei, ég held. Nei, þú veist ekki þetta. Ég er ekkert að spyrja þig. Nei, þetta er rosa lítið. Ég verð að viðurkenna það, ég bara tölfræðin því að taka, hún er horfin. Það tók heilar 7-8 mínútur held ég. Þetta er ekki víti, nei, fríkast. Já. Víti leik eins og einhverju þess að. Yfirtalan gekk vel á Ragnarsmótinu fannst mér. Já. Atli fellir bara hérna inn og Tjörvi kemur beint og velur. Það er nú hans sterka hlið. Já. Það er ekki og náttúrulega þegar þú ert með mann sem er þetta öflugur skotmaður þarna hægra megin þá náttúrulega... Já, þetta er ótrúlega einfalt. Já. Það er ekkert verið að flækja þetta. Eins og stundum við höfum sagt, handbolti er nú ekki rosalega flókin íþrótt. Nei, sumir eru að kappkosta við að flækja hana svolítið. Já, það er... menn það verður þekkti fyrir það. Herðu, þetta eru 2 mörk. Já. Leiklið hefur skilað... Einu marki. Já, einu marki. Þeir geta náttúrulega skorað hérna. Já, líkast. En það er í rauninni ekki búin að skila neinu eins og er. Ennþá. Og við Þráinn að mæta þetta út á 9 metra. Ég er svona pínu, það er gaman að sjá hvernig þetta fer. Þetta inn við hérna, Óli Björki Þráinn. Óli Þráinn. Hvort hann klippir að sundur og saman eða hvort við stoppum þetta. Já, Þráinn er þokkalegur á fótunum held ég, já. Klipping. Þráinn er komin inn út.
Komum svolítið í einskilsmannsland þarna á tímabili. Já, góð vörn, flott. Vinnur sig vel tilbaka. Já. Hendir er komin upp. Já. Óli sækir á. Þetta finnst mér lélegur varnarleikur. Já, allt og einfalt. Enni Sverrir að skora. Tekur inni bara aukakastið dettur inn á línu og skilur turnana eftir úti. Orri innan á skeytina. Þetta er annars skot í Orra sem að klikkar í dag. Já, það er bara þannig. Færi fínt og skotið í sjálfu sér er stundið gott skot, það bara hittir ekki. Hann er mjög pirraður út í sjálfan sig. Já, Orri er aldrei sáttur. Mér finnst ekkert að taka þetta færi, þetta er klassa hótnamaður og hérna, skora bara næsta skoti. Alveg sammála því. Stjarnan getur farið í 4 mörk. Já, þetta er aðeins búið að það er ekki jafnt á öllum tölum ennþá eins og hérna var hérna í upphæðu leiks. Nei. Góði kominn inn á línu. Nei, Arnar segir fyrirgefðu. Já, ég fyrirgefðu þér. Já, þakkaði fyrir. Góðir á hérna, hann situr hérna ekki. Já. Fjölnir strákur. Já. Efnilegur strákur. Leó leysir á línu. Óli Berg, já. Þór. Boltinn yfir, tapaður eða hvað? Nei, ekki tapaður. Nei, Stjarnan. Hending kemur upp. Fótur, hendin uppi. Það fáum við. Og skot. Það er framhjá. Björgvin Páll. Með frábæra sendingar. Já, hann ætti ekki að geta dælt á Orra og Mána náttúrulega líka. Eða bara hvaða hornamann sem er. Já, hann er með frábæra sendingar. Þetta er eitthvað eftir að nýtast okkur í vetur. Já. Og fá okkur 9 mörk hérna á 80 mínútum, það er svolítið mikið. Mikið af þessum mörkum svona svolítið, hvað sé, klaufaskapur eða samskiptaleysi. Já, svona, hvað sé, haustbræður. Já, hlífa okkur baka það eitthvað áfram. Þetta er ekki búið að undirbúið sér nógu vel, þetta er fyrir lengra undirbúiðstímabil. Já. Það er ekki nógu þessi 10 mánuðir. Þetta er hotnum ekki, já. Gaman að sjá að þjálfarar hafa engu gleymt með það að geta alltaf dæmt betur en dómar. Já, ég eftir svona hjálpa dómarunum svolítið við þetta allt saman, sko. Við erum nú ekki þekktið verið það. Nei. Hörfi, Atli Báru og Geir, góð feinta þarna. Já, vel gert. Hann er með helvíti sterka, afsækja orðbræði, sterka feintur. Geir lá eftir, fekk hérna högg á eyrað og svolítið sent tilbaka. Ég finnst stjörnuliði hérna þegar þeir ná að halda þessum 3 inn á hérna, Óli Bjarkar, Tandra og Hafþóri. Þetta er alveg dúndur line-up með þessum 2 hótnamenn hérna sem hverjum meginn. Já. Það er ekkert af þessu, þetta er bara með því besta sem gerist í deildinni í dag. Já, algjörlega saman á því. Tandri frábær skytta, verður að verða betri og betri svona sóknarlega. Hann óks alveg svakalega í fyrra. Já, hann náttúrulega þegar hann kemur heim og þá er hann, búinn að spila varnarleik í 5 ár. Já. Óli. Nánast ekki komið yfir miðju. Hlauping Tandri, vel varið Björgvin, frákast, fram með þetta. 3 stjörnumenn í kringum hann. Já, sjá Heimir. Lítur að vera einhver opinn. Þetta er skot. 2 mínútur, klaufalegt hjá dómarunum að lefa Heimir ekki að klára færið. Já, ég er saman á því. Vel varið á Björgar. Tandri er komin í 2002. Já. 20 myndir múnar. Gerist nú einu leik á Ragnarsmótinu þar sem að fekk nú einn held ég 4 brotstannir. Ég held að það hefði verið hérna Tryggvi Þórisson á Selfossi sem fekk held ég alveg örugglega 4 brotstannir á móti Haugum. Já, vel gert. Meinum að það ekkert að stressa sig mikið yfir því. Einhver smá miskilningur. Var ekki Champions League sem að fekk 3 guldspjöld eitthvað? Nei, hvað var það? Já, vel varið á Brynjari hérna. Já. Mjög vel varið. Þetta er svona, þetta er erfitt sóknarlega hjá Haugum sérstaklega. 7 mörk á 20 mínútum. Já, það góða er þetta bara 2 mörk og mér finnst við eiga alveg svakalega mikið inni. Já, ég er alveg saman á því. Bæði í vörn og sókn. Já, við erum bara, mér finnst við bara að vera svona aðeins undir meðalagi einhvern veginn. Já. En Stjarnan er hörkulið. Það verður ekki tekið að þeim. Þetta er flott lið.
og það verður, ég hugsa þessi deildin núna í vetur verði mjög skemmtileg. Það sem verið kannski á Stjörnunni, það breiddin. Ég var að tala um þetta frábæra byrjunlið hjá þeim sko, en leið og þú byrjar að rúlla inn í þetta, þá held ég að það geti kostað aðeins. Já, þú ert með, sko, fyrstu 7, fyrstu 8 eru mjög flottir. Þeir eiga svo sem aðra hotna með, þeir eiga með hérna Starra Friðriks hérna örfundan, góðu slúttari og hinum meginn eiga þeir hérna Hjántýr, þeir eru flotti stjörnustrákar, góðu leikmenn. Við erum að gleyma náttúrulega honum Pétri sko. Já, og Pétri hérna. Sem mjög flottur leikmaður. Já, hann kannski að pari við Hafþór, svona nálægt í. Já. HK í fyrra. Þannig að við getum nú alveg bætt alveg við þarna. Vel varið Björgvin, þetta fljótt að koma þegar hann fyrir að verja í markinu. Allt brjálað hérna, hann hafði bara ekki séð þetta dómar. Nei, það bara heila getur ekki verið hann hafi séð. Hann er að kasta fram á fría mann og rifið í hann sko. Ég held að hérna Bóis bara hafði ekki séð þetta. Já, góð sending Tjörfi og Máni getur jafnað, glæsilegt slút Máni. Frábær slúttari. Björki varði hérna á það ekki, ég hef 5 bolta skráð á hann. Markbenni stjórnar flæðin alveg svakalega í þessu. Leiklega stjarnan. Svona eru sveiflurnar í þessu. Já. Það er hérna jafna og þá hendir Patti náttúrulega strax í leikliði. Sem er bara eðlilegt. Það er að marka sveifla eftir að við tókum leikliði. Já. En þetta er einhvern veginn þannig svona að horfa á þessa 2 hópa finnst mér. Það finnst mér Haukarnir geta einhvern veginn skipt inn og á þess að kannski gæðin færi mikið niður. Já. Að meðan að stjarnarnir séu, þeir treysta kannski meira á þessa fyrstu 7 og svo. Svo er það með 2-3 þar á eftir sem eru verið að segja á pari. Já. En svona þessi rétt er náttúrulega algjöri leikmenn þetta bara, fyrirverandi atvinnumenn hérna Óli Bjarki og Tandri. Þetta er náttúrulega dundu spilarar. Algjörlega. En svo ertu með strákarna sem náttúrulega geta og eru náttúrulega ungir og eru bara að vinna í því bara að stíga upp. Já. Og geta það. Já. Boði hérna sem kom frá Fjölni, þetta var svona kannski backup play kannski í Fjölni líka en hann er mjög ungur strákur, efnilegur. En ég svona sé svolítið eftir því að það hefði látið hann Birgisleif fara frá sér. Mér fannst hann hérna virkilega stígandi og mér fannst það undarlegur leikur á Stjörnunni. Hann er hérna ágætur skotmaður utan að velli og bara sterkur varnarlega. En ég veit svo sem ekki hvernig það var, hvort að hann vildi fara eða hvað gekk átt á milli, en maður sér eftir honum. Já, ég gæti ekki verið meira sammála. Sama skapið, gaman að sjá hann í nýju liði í vetur, þar sem hann fær mikinn séns, getur bætt sig enn frekar. Já, þú ert með náttúrulega hérna það er náttúrulega bara óskrifað blað. Já. Það er náttúrulega slatta leikmenni búinir að koma á Nesi, en við vitum í rauninni ekkert meir. Nei, ég held að Krían sé búinn að taka ennþá fleiri, eða? Matsa 3. 2 sterk lið á Nesinu. Já, Krían maður, það er eitthvað. Það er aldeilis búið að Þeir eru eiginlega konir alltaf góða leikmenn, sko. Það er búið að læti þar. Já. Kynningin er skemmtilega líkast það, ég verður að segja á Twitter, þeir kynna leikmenn sína. Já, gera það almennilega. Pétur, Árni. Kominn inn, já. Já, Heimir Hansson segir, vel gert Atli Bárusson, fram með þetta á Geir. Já. Og nýta þetta. Þetta er inni, já, þetta var svona lalla slútt hjá honum. Ég hefði sett hann aðeins betur í skeytin en látum þetta sleppa. Já, það brestur í slánni eftir þetta. Þarna, Leo inn, vel varið Björgvin. Þetta var ekta Björgvin Pál markvarsla, kom með hendur og fætur alveg niður í parkett. Já, þetta er alveg magna. Varið er varið. Þetta var skref. Ég held að þetta hafði bara verið skref. Sá þetta ekki. Nei. Ég var að skrá tölfræði hérna hjá mér. Þetta er Rauningur. Þetta er Rauningur aftur á mér. Já, og koma feilarnir alveg í bunkum hérna. Guðmundur. Mark. Já, vel gert. Já. Haukar konir 2 yfir. Það heldur betur viðsnúningur ennþá. Já. Nú ætti ég ekki að fara að ljúga eitthvað að þér. Erum við í 6-1 kafla núna, eitthvað svoleiðis eða eitthvað? Eða 6-0? Hvað vorum við ekki bara hreinlega 9-5 undir á hann? Jú, ég held að það sé rétt við. Ég held að við séum í 6-0 kafla. Ég held að áfram búin að bæta við 2 eftir leikli á Stjörnunni. Já. Ég held að Sverrir Eyjólfsson bara skora síðasta marki á Stjörnunni hérna á línunni. Leo leysir. Draga frá hérna fyrir Tandra.
upp, fjær, hann skýtur mikið hérna í fjær. Ég hef verið í þessum bolta. Já, Guðmundur inn, flott hraðahlaup, vel varið hjá Brynjari, frábærlega varið. Já, Guðmi á að gera miklu betur í þessu, algjörlega döðafæri. Gott hraðahlaup. Já. Pétur missa boltan, Treysti Bjarka fyrir þessu. Ég með 4-3 Haukar í töpuðum boltum. Já. Og 5-4 fyrir Haukum í vörðum skotum. Þetta svona svolítið balans á þessu bara. Enda leikurinn í jafnvægi, 11-10. En Guðmundur í horninu, Já, veit ekki alveg hvað það er. Nei. Jakob kominn hann inn líka. Já. 3 úr hvað maður segja, næsta ofurárgang hjá Haukum. 2002. Já. 99 árgangurinn náttúrulega, þeir eru 2 eftir hérna. Ég er ánægð með það, Jenni, að Aron að gefa það mínútur þegar leikirnir þegar þetta skiptir máli. Þegar leikirnir eru jafnvægi. Já, sammála því. Ekki einhverja rusl mínútur, 10 undir eða 10 yfir eða eitthvað slíkt. Já, þetta bara erfitt að mótmæla þessu. Já, ég er sammála því. Allir reynda mótmælir þessu, alveg. Já, en þetta bara vel gert hjá Pétur. Pétur. Já, vel gert hjá hann. Les hreyfinguna og það alveg hægt að dæma á þetta. Já, þetta lúkkið. Mögulega var þetta ekki rauningur, en þú veist, þetta er bara eins og þetta lítur út fyrir dómaranum. Ég er eiginlega hættu við að finnast þetta rauningur. Ég sé allir svo rosalósandi við þetta. Þetta breyta, þetta er aldrei rauningur. Komaður, klipping, Stjarnan getur komast yfir. Glæsilega vörn Heimir. Nei, býttu nú við. Hvað er hann að stoppa tíma? Þetta fannst mér sérstakt. Okkur stoppar hann tíma? Þetta er galinn dómur, sko. Þetta fannst mér Heimir bara taka sendinguna. Þetta var aldrei að fara inn á hann. Og það var eins og hann ætlaði að fara að reka hann út? Já, ég er að sjá endursýningu hérna af þessu. Þetta er leikarskapur. Og nú fær hann ekkert. Þetta var meira brot held ég. Já, menn sem eru með leikarskap, þeir fá ekki neitt í næsta. Úlfur. Það var örlítið snerting hann, ég sá endursýningu af þessu. Það var örlítið snerting og hann lætur sér vaða á bakið þannig í fyrra tilfellinu. Það var algjörlega hlutlaust mat. Algjörlega, eins og Hauka TV er bara frægt fyrir. Algjörlega hlutlausur á Hauka. Þetta er skemmtilegur leikur, veitu Björki varðið þennan ekki eða eitthvað? Góð spurning. Ég rétt misti þessu hérna. Jú. Já. Tæknimaðurinn segir já. Já, það er gott að vera og við treystum honum. Betur sjá augun og auga hérna, svo segir í einhverju. Já. Ég hef ekki komið 6 bolta varða. 11, 3 mínútur eftir. Já, í þessum upphafsleik hérna á Ásvöllum, 9 gólfi, 9 lökkuðu gólfi. Já, þetta er bara glæsilegur salur hérna hjá okkur. Geir. Tjörfi. Gaman að hafa umgjörn, að hafa LED-skiltin og allt í gangi þó að það sé ekki áhorfendur. Já, þeir dæma bara á þetta ruðning. Þeir dæma ruðning á allt núna. Já, það er tískudómurinn. Já, ég er að gleyma mér hérna í töpuðu boltan og þar að leiðandi. Dagurinn. Geir bara skilur ekkert hvernig var hægt að dæma ruðningu á þetta. Þeir virðast bara dæma ruðninga og svona, hvað ég segja, það varnarmaðurinn les hreyfinguna þokkalega. Já. Mér er alveg saman sko, ef þetta er bara eins báða bóa sko. Það ætla bara að hrósa mönnum fyrir góðan varnarleik sko. Það er viss hérna, gott að hafa með báða meginn. Allir báður, glæsilegt mark. Veitu, já, hann er með, já, ok. Hvað segir þið hérna? Nú er hann með hérna, í rauninni 3 sem að hérna eru hugsaðir sem línumenn inn á. Já. Hérna Heimi, Þráinn og hann hérna Jakob. Jakob reyndar náttúrulega miðjumaður, eða sem sagt spilaði alla yngri flokka sem miðjumaður og gríðarlega hérna góða skilning. Já. Við spila fyrir yngri landsliðin, þetta þrír allir saman náttúrulega. Já. Pétur upp, skot. Það er ekkert bein að skjóta yfir þetta. Ekkert, Stjarnan á þennan. Gott frákast. Já.
Óöfnir ná ekki þessu frákasti. Já. Menn að skutla sér á bolta, menn að fórna sér í leikinn. Já, það frábært. Þannig vil maður hafa það. Gaman að sjá líka hérna menn reyna að skjóta yfir þessu 2 þarna. Þetta viljum við sennilega. Gott að þurfum að beint á miðjublokkina. Tandri. Já. Og sama uppskrift. Það skýtur ekkert yfir þessa gæja. Enn á þeir frákastinu. Vel gert hjá Leo. Já, við skrifum þetta nú bara á eitthvað óhefni. Já. Guðmi þarna, hann bara aðeins fyrri til að stiga út. Já, Leo kemur sér í góða stöðu. Stjarnan fær eitt séns í viðbót að komast yfir hérna fyrir hálfleik. Já, það eru 15 sekúndur í hálfleik. Pétur upp og skeitinn framhjá. Haukar hafa 10 sekúndur. 9, 8, já, Jakob. Atli var skotið, skjóttu þessu bara. Æni, kaustum hann frá okkur. Já, þetta var ekki gott. Hendum þessi tapaðan, 7 tapaði á Haukum. Bjöggi varði hérna einn. Það er hálfleikur hér, fyrsti leikur á Ásvöllum og hálfleikur og staðan er 12-12. 12 myndir hálfleik, er það málið? Ég held að hálfleikarnir hafa bara verið með styttra lagi þessum æfingamótum. Já, þetta er náttúrulega mjög athyglisvert að þeir náttúrulega liðin bara labba hérna og... Það er ekki klefið eða ekki neitt, þannig að ég held að þetta sé bara smá spjall og svo bara byrjað aftur, sko. Ætlum við að taka pásu á meðan, Bjarki? Spurning hvort við hlaupum í eitt stuttan kaffi hérna. Já, ég held að ég verð alveg til í eitt bolla. Ég er sammála. Við tökum pásu. Tvöföld hamingja! Þú sækir pizzu og stóran skammt af brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos. Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig Jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig Jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig joinery system, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood. Tvöföld hamingja! Þú sækir pizzu og stóran skammt af brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos.
Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig joinery system, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood. Bara klárir það? Við erum klárir. Yes. Komnir í loftið ekki? Jú, loftið, seinni hálfleikur að hefjast. Við ekki bara fara beint í augljósar breytingar hérna. Starri Friðriks kominn inn í hægra horni hjá Stjörnunni. Já. Það nú bara, já, Sverrir kominn aftur inn á. Það eru eina augljóslega breytingin. Það er eina svona augljósa sláandi breytingin og við erum að byrja bara eins og við endum hérna hinum meginu, það ekki? Björgur er ennþá í markinu. Já, við erum að varnarlega segja Geir kominn inn og Jakob út. Já. Yes sir. Annars erum við bara nokkuð. Annars var þetta bara vel hérna að tæla upp liðin í seinni hálfleik. Pétur í gegn, snýr hann, vel gert. Það slútað, Tandri liggur eftir. Já. Spila áfram niður allir. Æ, þetta er nú. Með Tandra hérna hinum megin á vellinum. Bullandi yfirtala. Já, okkur ertu að stoppa þetta. Kláraði bara og losaði boltan. Sammála því. Stjarnan komið yfir. Já, þá var það búið. Nei. Já, Haukar getur jafnað. Þetta er búið að vera svona Geir er aldrei sem komið í Árós. Það var bara að fara út af miðju til þess að mæta í Árósuna. Já, þetta er ekkert sérstakt skot hjá honum. Nei, það eru séðið betri. Pétur með sendinguna Sverri og mark. Já, vel gert. Það er bara refsað. Þeir eru að finna Sverri, finnst mér vel inn á línunni. Hann er búinn að vera góður í dag. Já, bara lang sterkastur hjá Stjörnumönnum er hann að vera. Já, Atli finnst mér aftur á móti ekki búinn að vera að sína sitt rétta andlit hérna. Byrjaði vel en kemur inn á, kom í sterka Árós og gott mark og heldur hérna stóðsendingu hérna. En svo bara einhvern veginn er þetta búið að fjara svolítið undan sig honum. Hann er í ógóðu formi. Svo erum við að sjá Geir spila, þeir enn að vera hérna í skittur núna, hann var rosa mikið í hollinu á Ragnarsmótinu. Já. Já. Fín vörðin á Stjörnunni hérna núna. Já. Þeir eru með ágætt fína vörn. Já. Hann Brynjar er góður hérna í þristinu finnst mér. Brynjar og Tandri með góða hæð. Heimir er komin úr bólnum og þetta er væntanlega eitthvað svona peysu tók þá. Mér finnst það svona liggja svolítið í augum uppi. Hver var Reykjinn út af? Já, það er starri á hótinu. Já, ég var að býta hann að fara út tína mig. Patti hlær bara þessu. Starri skilur ekkert í þessu, hann er ósáttur. Já, Heimir bara í ofstórum ból. Hann er bara í svo góðu standi að bólinn er bara orðin alltaf stóra á hann. Já, ég finnst. Við farum sama hérna, 2 línur. Geir. Já, vel gert og Ingumi og slúta nú eins og maður. Já. Er náttúrulega ekki hotnamaður í grunninn að Guðmundur? Nei, nákvæmlega það sem ég var að hugsa. Þú eiginlega tókst þetta frá mér. Já. Það hefur verið gott að fá mark þarna.
Já. En það meðlega ekki missa stjörnuna 4 mörkum fram á okkur aftur eða 3 eða. Nei. Það var til balans. Við sjáum hvað gerir. Stjarnan getur komist 2 yfir. Alltaf manni færri. 3 yfir. 3 yfir fyrir ekki. Yes. Júki, Tandri kemur á. Sverri Rikkir á bakvið. Já, Pétur yfir Óla. Haukarnir náðu að færa vel í þessu. Þetta er bara ruðningur. Já, þeir eru sangað með sjálfum sér. Heimir Óli. Já, Óla sér markið hinum meginn. Þetta var náttúrulega ekki ruðningur sem. Þetta er samt svona svolítið bara lík. Já, ég er saman með því. Línan er þeir eru á sömu línu og það er jákvæmt. Svo er oft auðveldar að dæma ruðning en þeir liði búið verið kannski lengi sókn og svona komið svona líkt af þessu. Já, eins og þarna Stjarnan búin að taka hérna góða sókn og Haukarnir stóðu vel á. Og árásin kannski er ekki samfærandi sko. Nei. Það er svona verið að sækja svolítið. Það er svona meira, verið að sækja fríkastið og þá góði dómar að lesa í það, var ekki? Já, þeir farið Júka hérna og Pétur er komin á miðjuna. Kemur upp, klipping á Tandra og Sverrir Rikkir hérna undir og 2 mínútur. 2 mínútur á Heimir Óla. Já, Heimir setur hendur upp og... Sverrir er góður í þessu. Hann er með góða rykkingar. Já, hann lendir aðeins aftan á hann. Ég get hérna, pappans var góður sjálfur í að kenna rykkingar, ég get staðfest það. Já, það hefur skilað sér. Það skilað sér. Þá segi ég nú eins og einn sérfræðingurinn árið, bæði liðin eru einu færri. Það er ekki eitthvað. Já, við þurfum einhvern tímann í vetur að taka líka þessi bolti verður alltaf langt framhjá til að vera nokkurn tímann hætta. Já, þetta er hérna fínt að æfa þetta líka, undirtala. Já. Spurning hvað Stjarnan býður okkur upp á þar. Þetta er ofta sem ríður baka munni í leikinn hvernig þú spilar fleiri og einu færri. Algjörlega. Klipping, Óli leysir, Pétur kemur á, Tandri mætir, hikandi og vel varði Björgvin Páll. Já, vel gert. Það var ekki svona, ég veit ekki, trúleysi eða svona ekki nógu mikil ákveðni bara í árásinni. Nei, þetta er hérna, þetta getur verið svona aðeins til í sumum. Menn eru mjög misjafnlega góðir í þessu og lið eru mjög misjafnlega góðir í þessu að leysa þessu stöður. Já, alveg horrið. Það er saman hvaða kerfi þú spilar, ef að leikmennir eru ekki alveg nógu flinkir í þessu þá nær það ekkert lengra. Nei. Tandri nú samt hefur nú verið ágættur í ákvæmum tökku. Já, Tandri bara, mér finnst hann hérna virkilega góður leikmaður. Já. Mjög hrifinn af hann. Spila líka vörn og sók skilur, það er ekkert bullshit hérna, hann er að lemja menn hérna meginn og lætur lemja sig hérna meginn. Já, og svo bera þetta upp í báðum meginn á vellinu. Mjög jákvæmt. Algjör lykilmaður í þessu Stjörnulið. Já. Og svo Geir er að verða hérna hjá okkur. Já. Þú verður bara góð drengur líka sko. Tandri? Já. Það ekki, gullamanni. Gullamanni. Fyrir Tjörfi, byttunum við, það er einhver handagangur í öskunni, segir maður það. Já, það gerðist eitthvað hendinn á línu, ég veit ekki hvað. Hendinn er þá uppi. Hendinn er komin upp. Nú þarf að koma skot. Já, góð vörn. Hann tók bróður sinn úr Þór hérna og... Þetta mætast 2 Þórsarar, áttum okkur á því. Brynjar og Geir. Þetta er bara skot Tjörfi, það ekki? Já. Nú þurfum við að stilla upp. Ótrúlega hvað eru búin að spila út þennan tíma samtíma. Já, bara nokkuð vel gert hjá okkur. Enda þetta bara með skoti. Já, Geir kemur upp í... Það er ekki boltan í tómt marki, sko. Geir kemur bara á þetta, það er ekkert eftir. Þetta er ekki bara ein sending, eða? Jú, ég myndi nú halda það. Þetta er nú bara, já, hann er inn á, já, þetta. Já, Björgir, já. Sjáum hvað gerir, Geir kemur á. Jafnfætis, búm, vel varið. Brynjari, frákast. Lína, áfram gakk. Vel varið að Brynjari. Það er ekkert þessu skoti. Nei, það var vel varið, ég er alveg samanlega því. Tandri, alla leið, vel varið Björgvin. Já, það er bara... Nú vaknaði kynnirinn okkar í örstutastund. Já. Ég veit ekki alveg hvað hann er búinn að vera. Nei, byrju hvað... Ég veit ekki alveg hvað hann er. Nei, ekki heldur. Hann er einhvers staðar í húsinu. Var þetta Friðrik? Já. Nei, ég sé hann ekki. Nei. Svo sem mikið risan Friðrik en hann ættur nú að sjást hérna. Já, það er ekki fólksfjöldin, hann getur ekki falið sig í honum. Nei, það er nokkuð ljóst. Gaman
Gaman að sjá Bjöggir að spila ágætlega hérna, ég er ánægð með það. Brynjar líka hérna hinum megin. Já. Hann hérna er ekki kominn inn ennþá, hann Adam sem þú ert svo ánægður að sé kominn inn aftur. En við erum allir ánægðir að sé kominn inn aftur. Ólafur Ægir hlýtur að fara að koma inn líka hérna núna. Já. Ég held að Atli sé að fara út af núna. Já, ég held það líka. Ég gruna það. Hann er ekki búinn að vera sannfærandi í þessum leik. Orri er að gera sig kláran að koma inn. Ólafur Ægir og náttúrulega Adam er náttúrulega ekki búinn að spila síðan bara í hvað? Er ekki bara Adam og Ólafur Ægir að svipa róli? Og er ekki bara krafti inn í síðustu 20? Ég held að. Ég gruna það. Hann er svolítið að láta menn að stýra álæginu svolítið þannig að menn er að fá lengri kafla núna. Í Ragnarsmótinu var þetta svona alveg kerfisbundi skipt sko. Já, bara með skeiðklukku skiptingu. Já, ég meina Bjöggi til þess ennþá í markinu skiluru og hann er svona góð vörð þarna hjá Atla. Já, vel gert hjá honum. Já, var hann bara sjálfur, spilaði honum. Auðvir, Geir. Frábær vörð hjá Degi Gautasyni. Já, vel gert hjá honum. Veit nú ekkert á hæðin, alveg nautsterkur. Já. Virkilega hérna hrifinn af þessum strák. Káamenni mistu mikið þegar þeir mistu þennan. Alveg klárlega. En staðan er 13-14 og hún er búin að vera það í svona tíma við förum að stína. Þetta er eiginlega lígilega lítið skor hérna. Já. Já, vel gert í Sverri hérna varnarlega. Áfram með boltan, Atli, þetta er gripið. Það var svona, Sverri þetta var svona svolítið bara grípum utanum og höldum. Ég held að tölfræði mín sé farin hérna út á sjó líka. Ég held að Sverrir hafi meiddi sig aðeins við þetta. Hann heldur hérna rifbeinin. Eða síðuna. Já, það er ekki góða frétti fyrir Stjörnuna að þeir missa hann mikið út. Nei. Ólafur Ægir er kominn inn. Geir er kominn í pásu. Máni kominn inn, eða var hann inni? Adam kemur hérna inn fyrir Heimi, Gummi fyrir Orra. Orri fyrir Gumma. Já, akkurat. Já, takk fyrir. Skulum að hafa þetta rétt. Heimir kominn í pásu. Já. Og Geir líka. Já, og Tjörfi er kominn út af líka. Ég ætla að koma inn í sóknina. Já, ég hugsa að ég svo sem veit það ekki. Ég myndi telja það alveg líklegt. Hann er alltaf ekki fannst í sæti. Nei. Já, kemur Stjarnan, Brynjar, Klipping, Ólafur Bjarki. Þetta er lína. Þetta er línadómarinn. Hann er langt inn í vítateig hérna þegar hann er að fara að greipa boltar. Ég hef dæmt lína á þetta. Já, ég sammála. Hlutlaust mat. Algjörlega. Áfram, Adam. Alla leið. Það er hérna örlítið peysutúr. Sammála því, það eru fleiri að benda dómarunum á þetta. Já. En Haukarnir koma. Og þetta var fyrsta markið held ég eins og ég segi, bara í einhverjar 6 mínútur held ég. Staðan í hálfleik, 12-12 það ekki? Jú. Við erum búin að skora 1 mark. Á 10 mínútum. Já, Adam ætlar að laga það. Já, hann gerir það. Við verðum að finna kynnin, þetta er svona eins og hvar er Valli? Hvar er kynnirinn? Þetta er Rauningur. Rauningur. Þeir hafa verið algjörlega ófeimnir við að dæma Rauningu í þessu leik. Dómarar leiksins. En það hefur verið lína í því. Vel gert. Hann tekur þetta á sig dómarinn. Það stress er að flauta þetta svona snemma. Já. Já. Hafþór Vignis að gera sér kláran hérna, sem kom inn aftur fyrir Pétur. Það er Júki, Óli. Óli kemur á, inn á þráinn. Já, vel gert. Vel gert. Það er gaman að sjá. Já. Ég hérna sammála því, mér finnst Óli vera alveg bara í miklu betra standi heldur en hann var hérna í fyrra og svona. Já, þetta er bara ekki sami leikmaður. Nei, að öllu leiti, hann er áræðnari og er að leita línunni, finna línuna og er bara, já. Og líki fyrra mikið að glíma við erfiða beinubólgu. Já.
veit ekki nákvæmlega stöðuna í núna, það virkar ekki svona þjakaður að því, sko. Sem kannski líka því hann í betra standi, hann léttari og sterkari. Búinn að æfa vel. Já, það hjálpar. Það helst í hendur. 15-15, 18 mínútur eftir. Hörku skemmtilegur leikur hérna sem fáum. Já, ekki mikið af mörkum. Góða varnir. Líka gaman að sjá markvislu og varnarleik. Hafþór, klipping, Óli, Brynjar. Já, fín vörð hérna, halda þetta áfram. Brynjar upp, beint á markið. Það mörkunum að við þurfum að skráta sem sjálfsmark. Það er bara nánast heldur á boltanum. Já, þetta var Dóri kominn í hægra hornið. Skipti við Mána Lillabró. Það er sennilega bara hans fyrsti leikur. Í mjög langan tíma. Já. Það er rétt. Hann var alveg frá þarna fyrir austan og hérna hann verður bara að spila vel. Máni er búinn að vera að standa sér hrikalega vel. Litli bróðir. Já, það er örugglega ákveðin spenna á heimilinu þessi. Adam Bamró, Atli Bárusson. Atli bara ég er bara fyrirgefðu, hann er bara í bullinu. Bara ómargir tapaði boltar. Já. Það er bara ógeðslega dýrt. Ég verða að viðurkenna það kemur á óvart að Aron sé ekki múinn að taka hann út af. Gott Adam, hann er hættur að setja hann hérna á hægri fótinn alltaf á markmannum og er þetta bara inni. Hann er svo fastur hann Adam, ef hann dreifir þessu aðeins á markið, þá er hann bara að skora. Já, sammála því. Og nú held ég að skiptingin sé komin sem að ég kallaði eftir. Guðmundur er að fara að koma inn núna. Jakob kom í varnarskiptingu við hérna Atla og Guðmundur er að koma inn í sóknina. Já. Sem er gott. Ég hefði viljað fá hann miklu fyrr í skyttuhlutverkið. Ég náði ekki alveg þessari horna Vari hjá Bjögga. Spili. Haukar geta jafnað. Guðmundur. Ákveðin bara. Já. Vantaði þráinn hérna inn á miðjuna og komið nú langt yfir. Svo þetta er gaman með Ólagi, hann er svo lengi með hendina svona einhvern veginn frí. Það er oft sem að ef menn eru klókir og koma bak við hann í tjekkan eða hreyfa saman bolta, hann er ofta að losa hann. Já, hann er þessi típa sem að þú þarft alltaf að brjóta svo lengi á honum. Já, Adam inn í horninu Já, með hann fræga snúning. Það er ekki inni í þetta skiptið. Þetta skref að Brynjar hérna, dómarnir virðast ekki sjá það. Hafþór. Og vel spila hjá Stjörnunni, Dagur, vel var í Björgvin Páll. Það er eitthvað smá hérna högg á andlitið þarna í stimpluninni. Já. Og Brynjar. Það sá enginn neitt. Nei. Og við náum ekki endursýningu á þessu. Nei. Tæknin bara hristi bara hausinn. Spurning ef þetta hefði verið haugamaður hvort við verðum ekki múin að fá að sjá þetta aftur. Æknimennir eru ekki eins og hlutlausir hérna. Þetta var góð sókn í Stjörnunni, vel stimpla. Dagur hérna Bjöggi aðeins að ná yfirhöndin á Dag í hodninu. Hann taka núna frá hann 2-3 bolta. Bjöggi búinn að vera heilt yfir bara fínn í þessu leik. Já, ég er saman því. Þetta er bara ennþá inn á. Já. Kasta og grípa hérna strákar mínir. Já. Svolítið smjör á boltanum sko. Það er svona smá COVID í þessu. Veit ekki hvort menn hafa farið í vittlusa dollu. Það er í majónesdolluna Jenny. Hann kann ekki góður og stýra. Það er erfitt. Hefurðu prófað það? Nei. Það er ekki fyrir majónesi. Nei. Lítið fyrir sósurnar almennt. Já, við tökum þessa umræðu einhvers staðar annar staðar. Já, vel gert hérna. Frábælega gert. Og fáðu Óla í hérna sprækan hérna inn. Já. Þetta er náttúrulega kosturinn að vera með 2 sterkar leikmenni sem í stöðunni. Það þú getur bara með ferskar lappir inn á. Já, og svona ólíkir. Já, ólíkir, mikill kostur. Mögulega sami þreytti bakvörðurinn skilur í einhver skipti á móti þeim og algjörlega. Og þá hérna býr þetta til momentur okkur. Búin að vera með Geir að Hamarstaður að bomba á þig aftur og aftur og... Það er örugglega vel þreytandi sko. Já. Og svo færðu Óla Egil sem er, eins og þú segir, ef að hendin er laus þá er hætta. Já, hann er svona allt öðruvísi leikmaður sko. Já. Skemmtileg staða fyrir þjálfara að vera með svona mismunandi leikmenn.
Vel gert hjá Stjörnunni, gott skot sem Brynjari. Já. Adam með flotta sending á þráinn. Já, Vel vel gert. gert. Liðin eru viðkvæm þegar þeir eru svona að keyra tilbaka. Það er einhvern veginn... Já, það er búið að vera, það eru nokkuð mörg sem hafa komið hérna úr hraðri miðju. Já, virðist engi vita hver á að taka línumannin einhvern veginn og... Nei, æða út og í einhverju öllu. Staddir konir í bara einskilsmall land og eitthvað rugl. Bæði lið. Algjörlega hlutlaust. Á sama tíma hafa liðin að gera þetta vel. Já. Þetta er alltaf æft mikið, þetta er annað tempó. Algjörlega. Hörðu, þetta er algjörlega jafnvægi, 18-18, það verður ekki jafnara. Það er ekki hægt. Það er erfitt að hafa það jafnara. Og það eru hvað? Það eru 47 mínútur búnar. Andri, út af, Eigumann. Jakob. Adam, Óli. Þráinn, rykkir yfir. Adam upp, bam, stöngin út af. Nú tókst eftir núna, nú þorði Brynjar ekki að vaða bara í nærhornið því að hann er búinn að setja 2 hinum megin. Það skiptir svo miklu máli fyrir Adam að vera að dreifa þessu. Ég vona hann horfa á þessu útsettingu eftir og hlusta á mig. Ég hugsa að hérna öll fjölskyldan hans er búinn að hlusta á því hann færi þessu skilaboð. Já. Það vonandi bara hann tæki við orðinu. Já. Þetta verður stöngin inn, stöngin út hérna þessi leikur í lokin. Já, þetta er... Pétur Árni, upp, Óli. Gott flott hérna á boltanum, nú þarf eitthvað að fara að gerast í Stjörnunni. Það er ekkert í gangi. Rússi hér. Pétur. Góð vörð, Jakob. Góð vörð, Haukar. Já. Spila. Jesús minn almáttugur. Þetta er náttúrulega alveg galið. Boltanum bara kastað eitthvað upp í vindinn, sko. Já, bara... Ég meina þetta getur bara verið munurinn að vinna að tapa leik. Alveg klárlega, þetta er bara algjör steypa. Þú ert ekkert að horfa á hvert út og senda boltan, þú bara losar hann og... Já, líf og fjör. Áfram Gakk, þú standa góða vörnum núna Haukarnir sko. Ég meina, það sem er alltaf leiðilegt við þetta, þú er búinn að spila frábæra vörn í einhverja 1,5 mínútu eða eitthvað. Og missir svo í þetta bull, búinn að vinna boltan. Gefur andstæðingunum móment. Já. Já, áfram Óli, áfram með boltan. Góð vörn hérna í Stjörnunni, hann Dagur er alveg grjótharður hérna í horninu. Já. Hann er svona svo lítill bólabítur. Hann læsir tönnunum í þig og sleppir ekki. Ég veit svo sem ekkert hvort að bólabítar gera það, en það er hann að mál. Já. Maður nummer 1 hérna með Patta, góð finta hjá Gumma. Nei. Vantar smá þyngd í hreyfingarnar hjá Gummiti. Já, hann vantar svona 10 kíló af massa. Ég er tilbúinn að lána honum 4-5 jafnvel. Já, hann getur fengið hinn 4 af mér. Óli. Á! Jétin í vörninni. Starri, ekkert. Nei, vel gert. Bjöggi verðan. Skiljið með Starri hérna. Keyrið á þetta. Já. Spila, áfram með bolta. Új. Starri ekki sáttur við dómarana. Nei, þetta var svona moment sem að hefði getað verið fríkast kannski. Í hraðaflipi náttúrulega einhver snerting og það er bara, já. 50-50 hvort það dæmt á þetta ekki. Já, og þetta var... Adam upp. Þetta er bara ekki nóg gott, sko. Léleg skot. Það er bara að segjast alveg eins og er. Brynjar Darri verið fá einhvern slinga á fótinn sennilega, eða hvað? Liggur alltaf eins eftir. Já, það er... Nei, það er í fínu lagi með hann, held ég. Eitthvað í öklanum? Nei, hann er búinn að vera góður í leiknum. Já, ég er sammála því. Markmenn er eiginlega búinn að vera bestu mennir í þessu leik. Þú óskaði þess að ég hef ekki klúðrað tölfræðinu svona algjörlega, en þeir eru bara búinn að vera fínir, við vitum það. Já. Við þurfum ekkert að hafa tölfræði með það. Nein. Við sáum það. Við vorum hérna. Fótur upp, tvöföld klipping, þetta var fótur. Liðin eru svolítið að tapa boltan núna. Klára þetta nú. Já. Eftir. 10 mínútur, 19-19. Það er aðeins jafnar heldur en 18-18. Og er þetta bara svolítið hvort liðið gerir færri mistök. Mörkin verðast að koma núna eftir... Jæja. Mörkin eru að koma eftir svona svolítið að feilla, sko. Ljóta feilla. Algjörlega. Já, sammála því. Og ekki eru nú mörk í mörg. Liðin eru, eins og segja, þeir eru að kasta svolítið boltanum bara frá sér í svona einhverju svolítið kjánalegu.
Dagur Gauta núna komin út af, ég held að sé búin að spila allan leikina. Jú, ég held að sé bara þannig. Ég veit að Hjálmtýr Alfreðsson sem kom inn fyrir hann hefur verið að glíma við axlameiðsli. Já. Erfið axlameiðsli, hann farið ég held í 2 aðgerðir. Já. Og vonandi nær hann sér að strik. Fatti hendur í leikli. Það virkilega flott strákur. Já. Ekki dósvipað á degi með það, mikill svona kraftur í honum og áræðin. Hann er ekki uppalinn eða? Jú, hann er uppalinn Stjörnunni. Stjörnustrákur, já. Þetta er Stjörnustrákur. Já. Þeir eru nú í þessum hóp hjá Stjörnunni í dag, alveg þó nokkuð. Brynjar Darri, markmaður, hann Stjörnustrákur líka. Eyjólfsinnir náttúrulega. Eyjólfsinnir 2 og svo hans Darri í hægra horninu líka, Stjörnudrengur. Já. Þannig En svo lítur yfir og þar sérðu nánast allt uppalið nema hvað 3. Já, Björgvin Páll er ekki haukamaður, Nei. Ólafur Ægir ekki, Þráinn ekki, Geir Guðmunds ekki. Já, 4. Atli Bár ekki. Já, 5. Það eru svona 5. Þetta er sennilega bara með meira sem hefur verið á undanfarin ár. Ef við fyrir svona... Ef við fyrir maður til naflaskoðuna. Þetta er algjörlega hlutlaust. Já, en við erum alltaf að reyna að búa til okkar eigin leikmenn sem er nú bara góð stefna. Já. En við ætlum líka að vera fremstur röð, þetta er svona fín lína þarna á millisendum. Já, það er líklegt að þú þurfir alltaf að fá einhvern eða þú ætlar að vera algjörlega í toppnum, sko. Þetta er bara búið að vera mjög spes tímabil núna. Margir að koma heim og mörguleiti út af þessu COVID-ástandi og svoleiðis. Þetta COVID-ástand er búin að gera þetta allt einhvern veginn, allt íþróttalíf bara stór furðu. Já, og eitthvað þurfa þessi leikmenn að fara, sko. Já. Við tókum allavega 2 mjög góða bita í Þráni og Geir. Já. Björki náttúrulega öðrum forsöndum að koma heim. Já. Pétur upp, Tandri, lélegt skot, góð vörn, hraðarplaup, Jakob, Rauningur. Já, þetta dæma bara alltaf Rauning, þetta er bara hárrétt. Já, þetta var hárrétt. Það er algjörlega samkvæmur sjálfum sig með þetta. Já, þetta var bara, eins og sé, bara réttu dómur. Ég finnst þér að hafa heilt yfir bara verið flottir í þessu leik, dómararnir. Það verið svona, þú veist, fín lína í dómgæslunni. Já. Ólafur Bjarki er ekki samanlegaður, hann var brjálaður núna. Já, það verður bara að hafa það. Hvað vill hann fá þetta? Við erum konir yfir. Þetta er eiginlega bara svolítið magnað. 2019. Ég verð að hrósa honum Jakobi. Hann er búinn að vera að koma inn í stutta skiptingu hérna í bakvörðinni í smá tíma og... Hann er flottur í vörðinni. Já, hann er nautsterkur maður. Við erum búinn að vinna hérna 2 bolta og bara gera þetta vel. Nei, ég meina hann þorir ekki að gera neina feila hérna. Nei, það fær ekki að borða heima. Nei, ég meina hann er ekki svo hann geti farið heim og sloppið við ræðirnar, sko. Og ekki getur hann hérna farið að kvarta það. Nei. Upp hendur, góð vörð strákar, flott blokk hérna. Hvað vill Tandri fá þarna? Vill hann meina sér inn í teig? Ég held ekki. Ég held hann ekki verið inn í teig þarna. Þetta eru 2 mínútna brotthúsum mögulega. Nei, þetta er ekki 2 mínútna brotthúsum. Eftir á. Nei, sleppa þessu. Þetta er bara mennur að takast á hérna, þetta er hörkuleikur. Já. Ég fæ skilaboð að því við rættum nú Einar Jónsson með línum minn. Og það var hérna annar línum sem sendur mér þetta, ég vil að það hefði ekkert að gefa heim í þessu hraðaplöfi. Já. Það er... Nei, það er nokkuð til því. Ég veit Einar Jónsson er samanlega Matti. Já, vel spila Guðmundur og skora. Þetta var ekki einu sem nálægt stönginni, sko. Nei, þetta var mjög... Skelvilegt. Þetta var kalt skot. Þetta skot barðist merki, menn er ekki búinn að vera að spila mikið. Já. Ég hefði hort inn í lóan hérna og fóst vanta eitthvað harpiks eða eitthvað. Það er alltaf klassískt. Já, mjög klassískt. Hann skorar á næsta, ég lofa því. Já, hann verður alltaf að nær. Það hefði verið flott að fara í 2 mörk hérna maður. Já. 6 mínútur eftir. Við erum nú að standa hrikalega. Orri reyndar líka er búin að vera flottur í vörninni líka. Virkilega, þessi boltar er svo dýrmættir. Hótamenn eru að sækja plúsa í varnarleiknum. Já, ég meina, hann varð að gera það eftir sendinguna þegar hann sendi á dag bara. En ég meina, þetta getur bara verið smáatriði sem skipta máli. Vinna boltan þarna í horninu, þetta er bara frábært. Algjörlega. Rósa líka þegar vel er gert. Þetta er mjög vel góð varnarleikur. Gott Óli. Já, vel gert. Þetta er víti. Nei. Minnum við á það, hérna er búið að dæma víti í dag.
Ég Vel man bara ekki ekki. eftir að hafa séð mann á vítapunktinu í Nei. dag. Nei. Og Það er- kannski ekkert, já, það er nú bara svolítið aðdeglisveit. Já, Sturlu staðreind. 5 mínútur eftir og Já, ekki komið víti. Hérna. Pétur Árni með fínn í vörð þarna. Það er með 2 góða örfenda leik með Stjarnan. Getur spila Já. vörð og sókn. Ekkert Algjörlega. vesen. Leikleg. Já, vel gert. Aron tók upp flautuna og flautaði. Já. Þetta er alvöru þjálfari. Já. Þetta er sennilega ekki notað í Ólistendinni. Ég veit, ég reikna ekki með því. Nei, það væri svolítið magnað að fá þjálfara með flautu. Aron veit sem er að fara í 2 mörk núna. Það getur verið kannski munurinn á þessu. Já, 5 mínútur eftir að leiknum og 20-19 í þessu leik þar sem er nú ekki búið að vera. Já, ég meina pælt í því en ef við erum að fá okkur hérna í seinni hálfleik 7 mörk og það er að vera eitt hérna sem við kostum boltanum frá okkur hérna í hraðablöpi, skilurðu. Við erum að standa 6-6 alveg frábæra vörð í seinni Alveg, hálfleik. geggjað. Mér og Björgvin hefur nánast bara verið að tína upp bolta sem hann fari í blokkina. Ekki svo hann hefur þurft að vera að taka mikið af döðafærum eða eitthvað slíkt. Þá hann tók Dag Gauta hérna tvisvar sinnum og var ekki eitt hraðablöp líka sem hann tók hérna. Jú, það getur verið. Ætla þeir hafa náttúrulega ekki verið með Sverri núna linni, eða Sverri kominn? Nei. Slasaði sig hérna á þessu? Jú, byrju, hann er farin í harpixið, þannig að hann er nú örugglega kominn á. Já, hann er búinn að vera drjúgur hjá þeim. Hann er það, í vörn og svo. Þessi lið eiga, skal ég segja þér, í fyrsta leik í Ólís, þá eigum við Gróttu upp á Nesi, Haukar, og Stjarnan held ég eigi örugglega Selfoss í Garðabænum. Það er hörkuleikur. Já, Adam Bamró. Hendur komin upp. Góttun á þetta Gummi. Já, 1 og 2. Vel gert. Slúktað Ólafur Ægir. Góð sendi hjá Guðmundi þarna. Já, Stjarnan hendur í 7-6. Já, þeir fara í 7-6. Já. Það er eins og það er. Skil það. Já, við getum, ég veit hvað þú meinar, en þetta má. Já. Þetta má. Ég myndi bara þétta hérna, fá þetta inn úr hornunum. Það sem þetta gerir líka að manni finnst, þetta hægir alltaf á leiknum alveg. Já. Sérðu, góð vörn. Það er enginn í marki, sko. Já, ekkert er að skjóta þessu. Já, slakið þið bara á, strákar minn. Já. Ekki bara, veistu, við 2 mörkum yfir. Það er ekkert betra að kasta þessu yfir. Nei. Góða nýting. Ekki nema að þú skorir, þá er það... Já, þá er það fínt, skilur, en ekki bara naga 90 sekúndur á klukkunni og Getur líka gert það. 4 mínútur eftir. Finnst bara menn að þeir hitta þarna yfir völlin. Hvað þú hattur horninu, sko. Það er Heimir hittir. Já, hann er segur í þessu. Þú má eiga það. Guðmundur. Ok. Ég var rétt í þess að Gumma bara smetla honum á hausinn á Já, ég saman því. Bara láta vaða. Já. Óhræddur. Hann getur alveg skotið. Áfram með boltan. Hann er... Þarna. Sverrir kominn inn í vörnina. Hendur kominn upp. Góð vörn. Hvað fáum við klippingu hérna? Já, við þurfum bara að drífa í þessu. Það er hendinur uppi. 3 sendingar. Óli, nú kemur bara skot. Það er ekkert annað eftir. Stilli fyrir Adam. Þetta er hérna... Já. Þetta er bara 1 sending. Þetta er bara upp. Þetta er bara upp á skot. Það er bara ekkert annað í stöðinni. Þetta er bara upp. Bam. Já. Komið í sæl og blessuð. Komið í sæl og blessuð. 22-19 og 3 mínútur eftir. Brynjar óhress með sig að klára ekki nærhundni þarna. Já, ef þú ert búinn að stúdera Adam þá... Hann er frekar þarna með. Já. Með 4-falda blokk þá myndi ég alltaf fara í nærhundni þarna. En hann var svo sem gerði það alveg, sko. Þetta er bara fast. Ógeðslega fast. Já, vel gert þarna. Góður rússi, gott mark í Arnarnum ána. Já. Minkar í 2. Við gefum okkur góðan tíma hérna, við verðum að halda áfram að sækja markið samt, ekki fara að fá einhverja... Hendur upp einhverja villisum. Já, Tjörfi kominn inn. Hann er ágætur í ákveðnum dögum. Já. Ágætur best eins og þú ert kennari, þú veist þetta. Já. Stjarnan kom í 5-1 hérna eitthvað aðeins að jazza upp í þessu. Brynjar er hérna úti. Þetta er eins og við spiluðum á Ragnarsmótinu. Já, allavega í fyrsta leik. Ég sá ekki alveg alla leikinni í það. Þeir voru eitthvað að leika sig með þetta. Heimir dauðafrýr. Já, vel gert. Ólafur Ægir. Hann frýr hérna bara heil lengi. Óli er búinn að gera flotta hluti fyrst mér í þessu leik. Óli, já, kom bara óþreyttur og feskur inn í þetta. Og bara með, eins og segir, bara með kraft og áræðin. Já, ég meina ef þeir eru í samkeppni Ólafur Ægir og Geir þá er Óli ekki undir þeirri baráttu. Nei,
Það er líka gaman að því hvað mikið samkeppni í Haukaliðinu. Þetta virkilega skemmtilegt. Skemmtileg blanda af svona reyndari leikmönnum og svo kjúklingum. Frábært skot hérna hjá Óla Bjarkar. Pásar og setur allt liðið á markmanni á hælana og leggur hann. Það er 1,5 mínútur eftir. 2 mörk. Þetta er ekki alveg búið, þau eru í viðbót. Mark núna klárar hann leik. Já, fyrir allavega mjög langt með hann. Já, við erum búin með leikliðið okkar, eða ekki? Jú, bæði lið búið með leiklið. Já, eru 3 leiklið í mótinu? Já, frábær spurning. Ég sá Aron tók það, hann benti eitthvað á klukkan. Ég er að pæla hvort hann hafi verið að benda dómarann og hann verið að taka á 54, sko. Já, þú meinar? Já. Já, ég skal ekki segja. Ég er bara, það þetta COVID-reglur. Ég hef ekki hugmynd hvað er ekki. Nei, við bara halda áfram með þetta. Mínútu eftir. Áfram gakk. Ekki dæmt. Nei, það er óþarfi. Óþarfi að vera því. Fljótið tilbaka, Pétur, bam, varið, frákast. Já. 40 sek. Hvað er Friðrik Ben? Ég þarf bara að senda þetta manni í þetta verkefni að leita á hann. Hann hlýtur, er hann í glugganum þarna? Já, hann er sennilega þarna eitthvað stæði. Hann má náttúrulega ekki verið í salinum, sko. Nei. Þetta er alveg ótrúlega aðstæður. 20 sekúndur. Já, Haukarnir með boltan. Hægri hérna, Tjörfi, Adam. Þeir spilaði þetta út örglega. Spaðinn kemur upp. 10 sekúndur. Adam kemur sannlega bara á þetta, Tjörfi. 1 skot hérna í lokin. Vel gert. Nei, ekkert. 5, 4, 3. Það er 1. Finnur enga til að gefa og leiknum er lokið. Já, það er sigur í fyrsta leik hjá Haukum á heimavelli í Hafnarfjarðarmótinu á nýlökkuðu ásvöllum. Það er allt klárt hérna í Ólisteildinni. Það vantar bara áhorfendur. Það er allt upp á 10. Allt í teskið eins og sem við myndum segja, allt upp á 10. Það vantar bara þessar 2000 mann sem yfirleitt eru hérna á leikjum. Já, 2500 ekki? 2500. Já, þú tölur hérna aðkomi áhorfendur. Já. Það er annar leikur hérna eftir. Já, það er annar leikur eftir. Það er hérna FH Afturelding. FH Afturelding. Flott lið líka. Þetta eru hérna frábær lið í þessu móti. Já, þetta er sterkt mót. Þetta eru bara virkilega hérna góð lið. Afturelding áttalega með rosalega marga sterka leikmenn. Það bættu mikið vissi í sumar. Já, gríðarlega. Og svona, ég fyrir mína parta hlakka svolítið til að sjá þá. Já. Og hvernig Gunnar ætlar að stilla þeim upp, því mér fannst þeir svolítið líkir. Að vísu er hann Blær tókst að brjóta sér ristina á hinnilöppinu núna. Já, hann ætlar að vera svolítið í þessu, sko. Sorglegt bara. Ég sá það náttúrulega aðeins í Selfossmótinu og þeir eru ennþá, finnst mér, að háður Birki Ben mjög mikið. Já. Hann ætlaði náttúrulega að fara út en varð ekki úr því, allavega ekki ennþá. Þannig að þeir eru með rosalega breiðan hóp en kannski, já. Of breiðan. Ekki endilega betra lið þannig séð. Missa náttúrulega líka leikmenn. Hörðu, en athyglisvert, en eins og segi, fyrsti leikun hér er búinn, Haukar með sigur 23-21. Ert þú með mér á eftir eða hvernig ætlar að gera það? Herðu, ég var að heyra Jónum Herberti, okkar ásæla starfsmanni. Ungfrú Haukar. Já, en ef hann er ekki klár þá er ég klár og svo er ég klár á morgun. Herðu, geggjað. Takk fyrir fyrsta leikinn. Takk fyrir okkur. Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos.
Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig joinery system, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood and Tvöföld hamingja! Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos. Like to know how to join wood the